Og nú ætlar hún Harpa Ásdís Sigfúsdóttir, félagsráðgjafi í ráðgjöf og þjónustu Krabbameinsfélagsins, einmitt að fjalla sálrænan stuðning og ráðgjöf fyrir krabbameinsgreinda, arfbera og aðstandendur. Já, komið sæl. Það kannski ágætt að koma henni beint í framhaldi af síðustu setningunni í þessu viðtali með sálræna og andlega stuðningin. Þannig að ég ætla að kynna fyrir ykkur ráðgjafi og þjónustu Krabbameinsfélagsins. En ég ætla aðeins að byrja því að segja ykkur frá Krabbameinsfélaginu því að Brakkasamtökin eitt af aðildafélögum Krabbameinsfélags Íslands. Þannig að markmið Krabbameinsfélagsins það að fækka þeim sem fá krabbamein. Það að fækka þeim sem deyja völdum krabbameins og það að bæta lífsgæði fólks með krabbamein. Og hvernig gerum við það? Við gerum það með forvörnum, fræðslu og útgáfu og ég vil benda á vefinn okkar, krabb.is, þar mjög mikið af fræðslu inn á þeim vef sem hægt að fara á. Síðan það ráðgjöf og stuðningur og það það sem ég ætla að leggja mest áherslu á að tala í dag. Vísindastarf, skráning og úttektir mjög öflugt hjá Krabbameinsfélaginu, félagsstarf. Svo Krabbameinsfélagið hagsmuna gæsla og hefur mikil samskipti og náttúrulega við bara heilbrigðiskerfið allt og bendir á og styður við það sem að betur má fara. Og svo það fjáröflunin. Við erum þetta ekki ríkisrekið félag, þannig að það allt með allt stutta fjáröflun. Það eru aðildafélög, það eru 20 svæðafélög víðs vegar um landið sem eiga aðild að Krabbameinsfélaginu og þetta eru sjálfsagt starfandi félög með eigin félagslög. Við erum með 6 skrifstofur sem eru starfræktar á landsbyggðinni. Akureyri, þar eru 2 starfsmenn Krabbameinsfélags Ísland sem hafa aðsetur þar og eru með ráðgjöf og stuðning þar. Og síðan eru skrifstofur á Reyðarfirði, Selfossi, Reykjanesbær, Ísafirði og Sauðárkróki. Og þar hægt að leita til krabbameins. Það eru opna skrifstofur sem hægt að leita til. Krabbameinsfélagið á íbúðir á Rauðarárstíg sem þeir leigja út fyrir krabbameinsgreinda sem eru í meðferð. Það ekki alltaf sem að kannski fólk velur að dvelja á sjúkrahótelinu ef að sérstaklega þeir vilja hafa fjölskylduna með, en þetta fyrir fólk sem býr á landsbyggðinni og hægt að fá þessar íbúðir leigðar út. Öll starfsemi Krabbameinsfélagsins byggir á stuðningi fólksins og fyrirtækja á landinu og við erum með velurinnar sem að borga mánaðarlega og það eru þá líka fyrirtæki sem að styrkja okkur verulega. Við erum að fá við erum arfleidd af margir sem erfa okkur af eignum sínum. Og svo það aðal átökin okkar sem eru Bleikaslaufan í október og Mottumars í mars, þar sem að við erum með sölu, eins og þið kannski þekkir flest, Bleikaslaufuna og sokkana á. Þannig þetta eru svona það sem stuðningurinn, fólksins í landinu. Þannig það fólki í landinu sem styður Krabbameinsfélagið. Og ég ætla svo sem ekki að tala meira uppbyggingu Krabbameinsfélagi, heldur bara að fara í að ræða ráðgjöf og stuðning. Þjónustan, hún hefur þróast mjög mikið síðustu ár og út frá þörfum hópsins sem nýtir þjónustuna og þar á meðal Brakka, bæði arfbera og greinda og það var ekkert svo mikið fyrir nokkrum árum sem að þeir leituðu til okkar, en það hefur þróast mikið að þeir eru komnir miklu meira til okkar. Hún hefur þessi starfsemi aukist jafnt og þétt á undanförnum árum og við erum að reyna að hafa sem mesta faglega vídd í starfshópnum þannig að það séu fleiri en einn starfsstétt og einnig þó að það sé
fólk innan sami starfsstéttar að þau hafi kannski aðeins ólíkar áherslur líka á hvernig þau veita þjónustu og við höfum líka mikið þjónustuna við landsbyggðina í gegnum Kara-Connect eða símaviðtöl og svo náttúrulega með starfsemi að séu starfsmenn komnir hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar, þannig að þeir eru náttúrulega þjóna bara Akureyri og nágrenni, allt frá kannski Húnavatnssýslu og til Múlasýslu, en einnig fer starfsmaður frá okkur svona sirka einu sinni í mánuði til Egilsstaða og Reyðarfjarðar og þar með viðtöl. Og svo erum við líka svona þjónustu við heilbrigðisstarfsfólk sem getur þá leita líka til okkar. Og þeir sem að veita þessa ráðgjöf, það eru hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar og félagsráðgjafar. Og það er bara svolítið misjafnt kannski, fólk pantar viðtöl hjá okkur það er matsviðtöl þar sem við metum kannski bara í þeim viðtölum hvaða ráðgjafi myndi henda viðkomandi best. Af því við erum öll svolítið að sérhæfa okkur. Við erum náttúrulega öll með svona sama, það er það svona að vinna með það áfall að greinast með krabbamein eða vera arfberi. Það er alltaf eins og Jóhanna sagði, það breytir öllu að greinast og síðan vísum við þá til innan bara hópsins hver það er sem við teljum að geti unnið best með viðkomandi. Og fyrir hverja erum við? Við erum fyrir þá sem greinst hafa með krabbamein. Við erum fyrir þá sem hafa greinst með genabreytingu, aðstandendur krabbameinsgreindra. Við höfum lagt mjög mikla áherslu á aðstandendur því að þeir fá kannski ekki mikla þjónustu annar staðar. En það er líka, og það gleymist oft, að það er líka, breytir öllu líka fyrir aðstandendur að aðstandendur greinist með krabbamein. Og ég segi stundum að aðstandendur séu fjölmennasta heilbrigðisstétt landsins vegna þess að þeir þurfa að taka á sig mikla þjónustu fyrir hönd ríkisins við aðstandenda. Það er bara sérstaklega kannski í bæði veikindunum og líka í krabbameinsmeðferð þá er treyst mjög mikið aðstandendur. Viðkomandi kannski sem er í eins og mörg ykkar þekkja örugglega hérna inni, lyfjagjöf, geislar, það fylgja þessu miklar aukaverkanir, fólk er slegið út í einhver tíma, það er kannski stórt heimili, hérna eru börn, það þarf að versla inn, það þarf að sinna öllum hlutum, en viðkomandi er kannski með það miklar aukaverkanir eða vanlíðan eða bara vanlíðan út af sínu sjúkdómi að þeir geta ekki tekist á sama hátt og áður við heimilistörfin. Og svo þarf líka oft að verja viðkomandi fyrir utan að koma ónæmiskerfið, bælt og annað. Þannig að við leggjum mjög mikla áherslu á að aðstandendur þurfi líka stuðning. Og ég veit ekki alveg nýjustu tölur, en við höldum að það sé svona sirka helmingur af þeim sem við erum að þjóna séu aðstandendur. Við erum líka fyrir þá sem mist hafa ástvini úr krabbameini. Við hefum vinir, við erum í raun og veru með mjög vítt svið. Það er í raun og veru, þarf fólk ekkert endilega mikið að skilgreina mikil tengsl til að við eigið rétt að þjónustu hjá okkur. Við erum með vini, það koma vinnufélaga líka og við erum líka stundum beðin að fara á vinnustaði. Það er kannski einhver greinst með krabbamein þar og þá er svona bara verið að vilja fá fræðslu, hvernig eigum við að gera þetta, hvaða stuðning þarf viðkomandi, hvað er gott að gera.
Við erum líka ofta að fara í skóla eða á leikskóla, þar sem annarkvort foreldri eða starfsmaður þar eða af eða amma eða einhver sem hefur greinst með krabbamein og það að hafa áhrif á börnin, það að hafa áhrif á deildina eða hafa mist líka. Þannig að við erum förum út með fræðslu og stuðning til vinnustaða og skóla. Og þessi þjónusta öllum að kostnaðarlausu. Það kostar ekkert að koma inn til okkar og koma í viðtöl. Við erum heldur ekki með nein tímamörk á hvenær fólk, hvorki hversu lengi það má vera hjá okkur, það bara meðan að þörfin og ekki heldur nein tímamörk á hvað langt síðan að viðkomandi hafi greinst. Við erum alveg að fá fólk sem hefur greinst fyrir nokkrum árum en þetta kemur svo kannski upp út af einhverju öðrum áföllum að þá kemur kannski áfallið upp aftur. Þannig að það engin tímamörk hvorki á tíma frá greiningu né hversu lengi fólk getur verið hjá okkur. Það fræðsla í boði hjá okkur og svo erum við með þessa faglegu ráðgjöf. Viðtölin, bæði staðar og fjarviðtöl og við erum að reyna að þjóna náttúrulega landsbyggðinni og við erum að þjóna líka fólki sem býr erlendis. Það gerum við mjög gjarnan með símtölum eða við notum líka mjög mikið Cara-Connect. Það fer bara svolítið eftir í hvað fólk vil gera. Sumir ekkert endilega það tæknilega segir bara ég kann ekkert á svona, ég vil bara heyri þér í síma, meðan aðrir vilja gjarnan koma í Cara-Connect. Og það gott að panta viðtal hjá okkur. Við erum samt með alltaf svona þjónustu, það má líka bara koma til okkar. Og þá kannski bara svona aðeins, það alltaf einhver á vakt til að taka viðkomandi. Þá kannski bara svona aðeins farið yfir stöðuna og síðan í framhaldinu metið hvort að viðkomandi vill koma í viðtöl til okkar og þá bókum við það bara hjá þeim. En síðan alltaf líka að hringja til okkur og panta tíma á netinu. Við erum með stuðningsnet og jafningjastuðning þar sem að viðkomandi hringir þá og segir hans þína stöðu og við reynum að finna einhvern sem getur stutt, einhver sem lengra kominn í sínum bata eða ferli og getur þá stutt viðkomandi. Við bjóðum på slökun, tvisvar í viku svona opnutímar hjá okkur en síðan líka engaslökun fyrir þá sem geta ekki nýtt sér opnatímana, finnst óþægilt að vera í hóp eða eiga erfitt með að liggja á gólfi og fá þá slökun annars staðar. Námskeið, það mikið af námskeiðum í boði hjá okkur, bæði fyrir greinda arfbera og aðstandendur. Það ekki alveg öll námskeiðin fyrir aðstandendur því þá ekki við. Við erum að tala síðbúna fylgikvilla eða óttan við að endurgreinast. Það kannski ekki endilega það sem að aðstandendur að gangi í gegnum. Flest námskeiðin eru líka opin fyrir aðstandendur. Svo eru hagnýtar upplýsingar réttindi. Það náttúrulega bara frumskógur að reyna að vita hvað á ég rétti á og hvenar og hvernig. Og það mjög sérstakt að þurfi 5 ára háskólamenntun til að geta vísa fólki á réttar brautir. Og meiri segja dugir það stundum ekki til. Stundum þurfum við að kanna það samt sem áður og höfum ekki svörin. Þannig að endilega við erum með félagsráðgjafa og ég félagsráðgjafi og annar félagsráðgjafi sem að vísum þá reynum að vísa leiðina og aðstoða þá líka við umsóknir og hvert á að leita. Símaráðgjafin hún alla virka daga frá 9 til 16 en hún reyndar bara til 2 á föstudögum. Þetta bara ekki alveg rétt glæra. Og við síman, það alltaf einhverja vakt við síman og það eru við sem vinnum bara við í ráðgjöfinni, það hjúkrunarfræðingur, sálfræðingar eða félagsráðgjafar og þetta gjaldfrjáls númer, þannig 840 sem hægt að hringi og svo má alltaf senda okkur post sem við svörum við fyrsta tækifæri hvað eina sem og við erum ekki
mikið kannski inn í læknisfræðilegri ráðgjöf, en við getum þá kannski vísa hvert á að leita. Kemur aftur. En rannsóknir hafa allar sýnt og að aðgengja upplýsingum og stuðningi, það hjálpar fólk við að átta sig á aðstæðum sínum. Það er kannski bara það að fá aðeins speglun á hlutina, og stundum þegar maður segir eitthvað upphátt við einhvern, þá maður að átta sig kannski betur á hvað maður að hugsa. Maður kannski svona með alls konar hugsanir hlutina, en svo þegar maður fyrir að orða þær, þá einhvern veginn einfaldara að skoða það. Og mér finnst líka í þessu líka, það ekki bara það að tala við fagmenn, sem bara örugglega gott líka, en það líka oft gott að tala við ókunnuga. Vegna þess að það eins og ég sagði áðan, það ekki bara áfall fyrir þann sem greinist að hafa greinst, þetta líka áfall fyrir fólki í kringu þá. Ég tala ekki að það brakka þar sem eru margir fjölskyldumeðlimir í sömu stöðu. Þá svolítið gott oft að geta bara sagt allar tilfinningar, allar hugsanir við ókunnuga sem ekki þekkir til, ekki með neina sögum hvernig Gunnar frænka gerir eða hvernig ég hef alltaf verið. Það oft sagt við mann þegar maður já, þú hefur alltaf verið svo sterk, þú kemst nú í gegnum þetta. Við vitum ekkert hvort að fólk hefur verið sterkt eða ekki. Þannig að mér finnst það oft svona líka skipta svolítið miklu máli. Að geta spegla sig bæði við fagmenn en líka ókunnuga aðila. Það líka oft að það kannski hægt að fá aðeins jákvæðari upplifun af því að það kannski hægt aðeins að sjá hlutuna öðruvísi þegar maður talar og getur einblítið svolítið að því að ræða sig eða aðstandandan sinn. Það líka aukið á traust og bætt samskipti við heilbrigðisfólk að fá góðar upplýsingar og stuðning. Þannig að maður treystir heilbrigðisfólkinu, maður treystir þeim sem að vinna með sig betur. Og þetta hefur náttúrulega bara jákvæð áhrif á sjálfsfélagslega líðan. Það náttúrulega það sem líka markmiðið með okkur, með viðtölunum, að fólk getur kannski líðið á einhvern nátt eitthvað betur í sálinni. Og þegar að fólk greinist, þá koma oft gömlu áföllin upp líka. Þetta kannski áfallið sem að opnar öll hinn, sem að maður hefur kannski aldrei unnið með, búin að ganga í gegn með, og það mikilvægt að vinna líka úr gömlu áföllunum, til að geta tekist á við þetta. Þannig að við með reynum að vinna úr þeim einnig svona áfalla streitum sem við köllum. Og viðbrögð við áföllum sá að atburður sem hefur alvarlega afleiðingar í för með sér fyrir eigin velferð og öryggi, nánustu ástvina, og það þessi algengu viðbrögð við áföll tilfinningalegt uppnám. Þetta bara svolítið eins og eftir fellibíl. Maður veit einhvern veginn ekkert hvað á að byrja, hvernig á ég að taka á þessu, hvað á ég að gera. Það bara einhvern veginn allt, myndinni, það tvístrast allt. Þetta kemur fram í svefnleysi, svefnin verður óreglulegur, maður sefur illa og þar að leiðandi þá náttúrulega þreyta líka. Minni og einbeiting fer oft bara eitthvað út í bláinn, man ekki fyrir horn og getur ekki einbeitt sér að hlutunum af því að atburðin leitar alltaf á hugan. Þetta alltaf stanslaust, það sagði það einhvern áðan í við, þetta alltaf hérna. Og svo þessar tilfinningasveiflur, maður viðkvæmari, skapsveiflur, maður ræður bara verð við umhverfið, maður ræður verð við áreiti, öll áreiti. Þannig að maður tekst kannski öðruvísi á við hlutina heldur en þegar allt var í lagi. Og kvíði svona kvíði algengasta viðbragð krabbameinsgreindra og auðvitað fá allir kvíða þegar þeir greinast en hann kannski misjafn, það kannski misjafn hversu lengi hann varir, en það talað að 48% greina frá miklum kvíða og eftir það eru 18% sem að þróa með sér kvíðaröskun.
þetta örugglega samt líka vanmetið vegna þess að það bara ekkert alltaf skimað fyrir andlegri líðan það hefur ekki bara verið nógu mikil áhersla á að skoða andlega líðan þeirra sem greinast. Þannig að við eru held í vanmetnartölur. Og það líka talað þunglyndi, hún líka mjög algeng hjá krabbameinsgreindum og það talað að 35% sé bara ekkert meðhöndlað. Og það líka það sem að okkur hefur kannski fundist vanta, það að heilbrigðisstarfsmenn vísi á, bara skimi eftir þessu í fyrsta lagi og vísi síðan í úrræði. En ég vil samt hrósa sérstaklega brjóstamiðstöðinni. Við fáum mikið beiðnir þaðan frá hjúkrunarfræðingum þar að við höfum samband við viðkomandi og bjóðum viðtöl. Það er sterkasta deildin sem hefur gert það. Þannig það má alveg minna svolítið á það að vísa á. Takk. Eins og við sögðum áðan þá ætlum við að taka spurningarnar á eftir. Ég veit að einhverju getur orðnir svangir og þyrstir. Við megum því miður ekki drekka neitt eða borða hér inni í þessum sal. En ef við erum með spurningar þá væri gott að fá hendur og loft. Já. Takk kærlega fyrir gott erindi, Harpa, og fyrir eitthvað frábæri störf í ráðgjöfinni. Ég heiti Anna Margrét og fyrrverandi formaður Brakkasamtakanna og leitaði mitt sjálf til ykkar 2014 þegar ég misti mömmu, ömmu og frænda á 4 mánuðum og var á sama tíma að fá mína brakkagreiningu. Þannig að ómetanleg aðstoð. Það sem mér mjög annt andlega heilsu mitt arbeiða og það sem mér fannst og finnst ennþá oft leiðinlegt að það svo margir arbeiðar sem við vita ekki að þeir geta leita til ykkar. En það sem betur fyrir eins og þú nefndir, það að breytast. Þannig að það mjög ákvæmt. Og síðan langaði mig bara að segja mjög stolt af því að Brakkasamtökin séu orðið aðildafélag að Krabbameinsfélaginu. Takk. Halló, hæ. Ég heiti Sólveig Ása og ég framkvæmdastjóri Krafts stuðningsfélag og takk Harpa og takk Brakka. Mér langaði kannski, ég er ekki með spurningu, við vinnum náið með ráðgjafarþjónustunni hjá Krabbameinsfélaginu og erum aðildafélag líka. Mér langaði líka bara að minna kannski á jafningjastuðninginn sem við erum með í kjölfar á erindinu hjá Hörpu og gerum það í gegnum hópastarf og viðburði og það sérst fyrir ungt fólk, aðalega 18-40 ára. Takk. Eru fleiri? Það eitt sem ég langar að nefna. Þú segir að íbúðina séu fyrir krabbameinsgreinda en ég fékk íbúðina í mínu brjóstnámsferli einu sinni. Þannig að þetta líka fyrir arbeiðara í brottnámsferli. Þetta í raun og veru fyrir þá sem eru í einhverju meðferð eða greiningu hjá Landspítalanum. Já, fyrirgefðu það. Gott. Eru fleiri spurningar? Takk kærlega fyrir þetta frábæra yfirlit vegna þess að þetta líka hlið á málum sem við þurfum sannarlega hugað.